það hægt að greiða hönnunum fyrir vinnuna, en það líka hægt að sækja það ókeypis. Og þetta ætlað fyrir skóla og annað sem eru að koma sér af stað, því að oft teknikkunnáttan, hún þarf að fá að þróast og þau eru kannski ekki komið með hæfnina til að teikna mjög flókna hluti en vilja samt kannski geta gert flókna hluti eða sé hvernig hægt að gera flókna hluti. Og hér til dæmis hægt að sjá þessi hér í rauninni þessi hérna. Þetta sama stykkið og þú getur skoðað myndirnar sem í boði þannig að þú getur séð tæknina á bakvið, hvernig getur litið út og svo í rauninni hvernig teikningarnar eru. Og þessi getur hreinlega bara hlaðið niður í tölvuna og sett inn í stýrikerfi fyrir prentara. Það eru líka komnar síður sem bjóða upp á að fara í svona teiknimyndafígúru hönnun þar sem að þú velur hvers konar kynþáttur þú vilt vera. Og þú getur valið eins og til dæmis hér getur valið að vera dvergur, þú getur valið hvort þú karlkyns eða kvenkyns. Þú velur hvernig höfuðlag þú velur eyru, hár, hvort þú með skegg, augabrúnir, augu, tennur, eru með horn, hvernig líkamsbyggingu hefur viðkomandi. Þú getur valið stærðarhlutföll á fótum og haft hala og vangi og valið fatnað, vopnaburð og þetta fyrst og fremst markaðssett fyrir þessa krakka sem eru til dæmis í þessum LAN-leikjum og roleplay-spilum. En hvernig nýtist þetta í skólastarfi? Þetta nýtist fyrir það að teikna. Þú ert að læra að nota þrívíddarúr teikniforrit. Þú ert að læra að skanna inn. Þú ert líka að læra í rauninni bara rökhugsunina það hvernig teiknar fyrir þau verkfæri sem þú ert að nota. Vegna þess að þú notar ekki sömu teiknifræðin hvort þú ert að fara að vinna við þrívíddarprentara, hvort þú ert að fara að vinna við fræsara eða hvort þú ert að fara að vinna við leysir eða vaskuravél eða aðra tvívíddar yfirborðsvinnu. Þannig að þau læra muninn á hvernig teiknar fyrir þau verkfæri sem þú notar. Svo þetta bara þræl skemmtilegt að læra að gera þetta. En það sem við náttúrulega og við erum að vekja athygli á að það að kunna þrívíddarteikningu, alveg sama í hvaða skala það sama hvort það fyrir leikfangagerð eða hvort þú hreinlega bara að teikna heilu húsin eða vélar og varahluti eða vélparta þá þarftu að kunna að vita hvernig vélarnar vinna, hvernig ætlar að teikna fyrir það, hver eru takmarkanirnar, hver eru kostur og hver eru gallar og hvernig getur þú látið þetta vinna saman. Þannig að við erum alltaf að nota þetta í verknáminu mjög mikið en líka bara í allri tæknikennslu. Menn þetta nýtist í rauninni öllum nemendum, annaðhvort gagns eða gamans.